Ég heiti Viktoría Jensdóttir og verkfræðingur á Mennt og búin að vera að vinna við Lean eða stöðurumbætur núna í 8 ár í framleiðslu og skrifstofu ásamt því að vera að hjálpa fyrirtækjum. Og þetta svona mitt hugfóstur, þannig að ég held út vefsíðunni lean.is þar sem ég að blogga og tala það sem ég finnst skemmtilegt. Núna ætla ég að tala sjónarstjórnun og þá helst töflur. Það eru margir sem að velta fyrir sér hvers konar tafla hentar mínu fyrirtæki og það eru margs konar töflur og gerð af töflum sem í boði. Og ég með góða fréttir, það engin ein rétt tafla. Það bara taflan rétt sem þú gerir fyrir þitt fyrirtæki. En þegar þú ert að búa til töfluna gott að hugsa ákveðin skref. Númer 1, hvað tilgangi á þessi tafla þjóna? Og út frá því, fyrir þessa deild eða fyrir þennan hóp, hvað hann að gera? Út frá þessu getur þú hugsað hvers konar töflu þú vilt. Það til ýmsar tegundir. Mælikvarðar tengdir stefnu, umbótatöflur, Kanban eða Scrum-töflur, hreinar upplýsingatöflur og svo framvegis og blanda af öllu. Þannig þið þurfum að hugsa hvað ætlum við að gera. Ef þið ætla að taka töflu sem tengist stefnu og svona mælikvarðatafla, þá tilgangurinn með henni að bregðast við vandamálum og tengja fólk nær með stefnuna. Þannig að þú getur ímyndað þér ef stefnan segir, já herri, við ætlum að spara 50 krónur og þá fer það niður á næsta level og deildin segir, já herri, við þurfum þá að spara 10 og það fer niður á næsta level og þessi hópur hann þarf að spara 5. Þannig vita allir hvernig þeir eru tengdir stefnunni og taflan hjálpa þeim að halda utan um það og bregðast við ef þeir ná ekki sínum markmiðum. Ef þið ætla að fara í þannig töflu, þá mæli ég með því að hafa ekki fleiri upplýsingar á henni en nauðsyn er. Ég mæli líka með því að þið takið hópinn sem á að eiga töfluna, þið farið yfir stefnuna og slíkt og þið gerið töfluna saman. Þið setið hann upp og þá bara nóg að nota tússpenna og teip og byrja þannig. Ekki kaupa eitthvað mjög dýrt fyrst, byrjið fyrst og prófið. Vegna þess að mín reynsla svo að þegar taflan er komin þá þarf að breyta allan 5-6 sinnum áður en maður verður ánægður með hana.